Nú ætlum við að halda áfram með kaflan reikning og við ætlum að kíkja aðeins á prósentureikning. Prósentureikningurinn er upprifjun, við fórum í prósentureikning fyrr í vetur. Þannig ég ætla að fara tiltölulega hratt yfir þetta núna. En samt ætla ég að sýna ykkur líka aðeins fleiri aðferðir heldur en við höfum verið að nota fram að þessu. Við erum með hlaupaskó og 20% afsláttur kosta 9.000. Hvað er 20% afsláttur mikið? Það er tiltölulega auðvelt að sjá að 10% er 1/10. Þannig að 9.000 deilt með 10 er 900. Við erum með tvisvar sinnum svoleiðis, þannig að við erum með 900 sinnum 2. Afslátturinn er 1800 krónur. En þeir kosta, þá þurfum við að draga afsláttinn frá 9.000 mínus 1800, þá fáum við 7.200 krónur. Það er hægt að finna þetta öðruvísi. Ég get nefnilega af því að þegar ég veit pínulítið meira prósentureikninga svo þegar ég gerið núna, þá á ég að geta séð að 20% er 20 hundruðustu, er það ekki? Heildin er alltaf 100% og við erum með 20 hluta af þessum 100 ef við skiptum þessu upp í 100 hluta. Og hvað kemur út á vatnsreikningnum ef við sláum inn 20 deilt með 100? Þá fáum við 0,2. Og ef ég segi 9.000 sinnum 0,2, þá fæ ég 1800. Þá fæ ég afsláttinn strax. Þetta er fljótlegri leið. Þið þurfið ekki að nota þessa hérna leið, en þau ykkar sem ráða við hana, þá er hún fljótlegri. Ef ykkur finnst öruggar að nota þessa leið ennþá, þá er það allt í lagi, en þið komið til með að nota þessa leið seinna meir. En á þessu stigi skiptir ekki öllu máli hvora leiðina þið notið. Í afmælisveislu eru 11 strákar og 14 stelpur. Hve mörg prósent eru strákarnir? Við erum ekki að athuga hvað strákarnir eru mörg prósent af stelpunum. Við þurfum að athuga hvað strákarnir eru mörg prósent af heildinni. Þeir eru 11 og heildin er 11 pluss 14 af 25. Og hvernig gerum við? Jú, við getum lengt þetta muniði. Þannig við fáum 100 hér og þá er þetta 44 sem gefur okkur 44%. Aftur, við getum slegið inn bara 11 deilt með 25. Þá fáum við út 0,44 og það er 44%. Aftur, hvora leiðina þið farið skiptir ekki öllu máli því að hún gefur ykkur sama svar. Hve mörg prósent eru 18 sekúndur af 3 mínútum? Hérna eru sekúndur og mínútur. Ég get ekki sagt bara 18 deilt með 3. Það gefur mér 600% og 18 sekúndur er minna en 3 mínútur og 600% er meira en 1 heil. Ég þarf að vita hvað eru 3 mínútur margar sekúndur. Þá þarf ég að margfalda 3 sinnum 60 og svo ger ég 18 deilt með 180 og ég sé nú bara tiltölulega fljótlega að þetta gefur mér 0,1. Þetta er 1/10. Og 1/10 eða 0,1 eru 10%. 20 metrar af 1 kilometra, það eru 1000 metrar í 1 kilometra. Þannig að þetta er 20 deilt með 1000. Og hérna þarf ég bara að deila með 10 til þess að taka burt 1,0 báðum einn, þá er þetta 2 móti 100. Þetta eru 2%. Ég líka geta slegið þetta bara strax inn, þá við þið fengið 0,02 sem eru 2%.